Sums staðar eru túnin slegin tvisvar á sumri en kúnum líka beitt á ákveðna túnskika á víxl. Áður var kúnum beitt á óræktað land og úttaga þar sem það fengu verra fóður og nytin var því mun minni en hún nú. Í blómlegustu héruðum landsins ræktun grösugra túna megin þáttur landbúnaðar og afrakstur ræktaðs lands nýttur við nautgriparækt en einnig að mismunandi miklu leyti til sauðfjárræktar og hrossaræktar. Víða land sauðfjárrækt höfuðgrein landbúnaðarins og menn hafa þá helst áhyggjur af því hvort beitin sé of mikil. Það að vísu mjög mismunandi að hve miklu leyti sauðfé haft á ræktuðu landi eða þá á afrétti og þá spurningin hvort að nýting hans sé sjálfbær. Hér við vestanverðan Húnaflóa óumdeilt að beitin sé hófleg enda sauðir vænir. En á öðrum afréttum og beitilöndum hrakar gróðri og sérfræðingar landgræðslunnar telja beitina eina af ástæðunum þótt sumstaðar sé því andmælt. Hér á Hólsfjöllum eins og víðar land var niðurstaðan alger friðun á meðan reynt að stöðva eyðinguna og endurheimta landgæðin. Sumstaðar alls ekki nauðsynlegt að friða landið alveg fyrir beit, heldur hægt að auka bæði landgæði og afrakstur landsins með svonefndri beitarstjórnun eins og hér á Gautlöndum í Mývatnssveit en við sjáum einmitt uppgrætt flag hérna heiði næsta mér. Eitt besta dæmið árangur beitarstjórnunar reynsla Nýsjálendinga sem hafa stórbætt land sitt með samræmdri friðun, uppgræðslu og með því að nota beitarhólf til að dreifa beitinni. Böðvar Jónsson, bóndi á Gautlöndum, tók beitarstjórnun upp fyrir 15 árum. Landið var girt af og jafnframt hafin uppgræðsla með áburðargjöf á uppblásna mela í heimalandinu. Á þetta land fénu beitt vor og haust, en allt sumarið landið alfriðað. Þann tíma féð á afgirtu heiðalandi og þetta hefur gefist vel. Síðustu árin hafa sláturlömbin þyngst 2 til 7 kíló þann stutta tíma sem beitt á uppgræðslusvæðið á haustin. Þar með gefur hjörðin rúmlega 1000 kílóum meira af sér af kjöti á ári. Við sjáum greinilega á styðju okkar það hluti að landið að batna og það er náttúrulega grundvallaratriði til að vera ánægður í starfi að það að sjá að það ber árangur bæði frá fleiri sjónarhólum séð. Fyrst og fremst náttúrulega það að bæta landið og gera það fegurra og svo hitt sem ekki náttúrulega síðra þegar það fer saman að hafa svo að því meiri hag líka. Árangurinn á Gautlöndum náðist þó ekki eingöngu með því að stýra beitinu milli svæða. Sauðfé var líka fækkað í beitilandinu með tilliti til þess hvað talið var að landið þyldi. Fyrir mér það algjört grundvallaratriði það að sé nóg beitiland til. Þannig að það sé aldrei gengið á höfuðstólinn. Hér á Flateyjardalsheiði eitthvað besta beitarsvæði landsins þótt sumarið sé oft á tíðum stutt. Fyrir rúmum 20 árum hafði sauðfé fjölgað hér svo mjög að í óefni stefndi og óskuðu Fnjóskdælingar þá eftir því að beitarþol afréttarins yrði rannsakað. Rannsóknarstofnun landbúnaðarins varð við þessari beiðni og skoðaði ástand gróðurs bæði á Flateyjardalsheiði og í Flateyjardal en byggð á þessu svæði lagðist af miðja öldina. Þessi bær, Brettingsstaðir, var síðasti bærinn sem fór hér í eyði árið 1953. En áður en fólk fór að flytjast hérðan voru að minnstakosti 15 bæir byggðir á Flateyjardal og Flateyjardalsheiði. Það hefur því oft þurft að nýta landið vel, en könnun rannsóknarstofnunar landbúnaðarins leiddi í ljós að afrétturinn væri ofsetin þótt gróður væri enn í nokkru jafnvægi. Í framhaldi af þessu var fé fækkað á afréttinum og nú talið að það sé hæfilega margt. Og það sama á reyndar við 20 helstu hálendis afrétti landsins, beitar álagið á þeim hefur minnkað að minnstakosti helming á undanförnum 15 árum. Sauðfé hefur fækkað mikið undanfarin 15 ár úr rúmlega 890.000 fjár í tæplega 490.000. Beitarálagið vegna sauðkindarinnar hefur því minnkað verulega. Öðru máli gegnir hrossin.
Þeim fer sífellt fjölgandi og eru nú orðin meir en 75.000, þriðjungi fleiri en fyrir 15 árum. Landgræðslumenn hafa þessu vaxandi áhyggjur. Helstu ofbeitarvandamálin tengjast nú hrossabeit, ekki af afréttunum, heldur á einstökum jörðum og í ofsettum hólfum víða land. Þetta eru því staðbundin vandamál. Æ víðar er þetta að verða algeng sjón. Landið nagað ofan í rót og víða komin flög. Og þar með er rofið komið af stað. Þessar myndir eru bæði frá sunnanverðu og norðanverðu landinu. Beitarhólfin eru vísvitandi höfð of lítil til að hrossin safni ekki á miklum holdum. En svona beit fer ekki aðeins illa með landið og skapar hættu á jarðvegseyðingu, heldur er afrakstur svona illa leikinna beitarhólfa miklu minni en ef þau væru hæfilega beitt. Sem betur fer er það ekki nema lítill hluti hestamanna sem fer illa með land, þannig að það er ekki allir í sömu sök seldir. En vandamálin eru vissulega allt og algeng og land er víða gang úr sér. Ef til vill snýst málið kannski fyrst og fremst viðhorf. Viðhorf hestamanna til landsins sem að þeir nýta. Þeir eru jú að nýta sameiginlega auðlind sem er arfur kynslóðanna og þeim ber siðferðileg skylda til þess, eins og öllum öðrum sem nýta land, að sjá til þess að ekki gangi á gæði landsins. Það má segja að fullum árangri í gróður og jarðvegsvernd verði þá fyrst náð að hestamenn líti á sig sem hina eiginlegu vörslumenn lands sem að þeir hafa til umráða. En hlutverk stjórnvalda, í þessu tilviki landgræðslunnar, verður það kannski fyrst og fremst að aðstoða menn. Það er langbest að svona mál séu leyst innan frá. Fyrrum var landið viði vaxið milli fjalls og fjöru, eins og hér í Vaglaskógi, áður en mennirnir breyttu því. En nú komið þeir að koma landinu aftur í fyrra horf og nýta það betur. Og þetta kemur skógunum til góða. Meðan hlutirnir er eins og í dag, þar sem að við erum alla tíð að verja það sem við erum að rækta eða gróðursetja, þá gengur þetta óskaplega hægt. En stjórnum beit, eins og við sjáum hjá öllum siðmenntuðum þjóðum, það held ég sé lykilorðið og komið til með að hafa meiri áhrif heldur en flest annað sem við gerðum varðandi gróðurvernd í þessu landi. Á þessum stað í Fljótsdal sést árangur friðunar og ræktunar lerkiskógar. Þessi skógur er orðinn 20 ára gamall og nú er landið orðið svo gjöfult að auk þess sem farið er að grisja skóginn til timburframleiðslu er hægt að nýta hann til beitar. Landgæðin hafa margfaldast og þetta er sjálfbær landbúnaður. En þrátt fyrir aukna viðleitni til að draga úr lausagöngu er hún enn við lýði víða land og hún hefur fleira í för með sér en stjórnlausa beit. Þetta er því miður allt of algeng sjón á Íslandi. Þessa dauðu kind sáum við snemma morguns í Skagafirði og þessa fundum við í Rangárvallasýslu. Og það er ekki bara kindurnar sem er í hættu fyrir umferðinni á þjóðvegunum. Hrossin sækja í saltið á vegunum og haggast varla þótt bílar nálgist. Að nóttu til er þetta stórhættulegt bæði fyrir hross og menn, eins og við höfum nýlegt dæmi og jafnvel á daginn skapast hættuástand þegar hestar sem er á beit í vegaköntunum hlaupa skyndilega yfir veginn. Þessi fréttamynd var tekin að vetri til þegar hópar hesta voru inn á þjóðvegi númer 1. Sólarhring síðar lágu 2 þessara hesta lemstraði til dauðs eftir árekstri við stóran flutningabíl. Sveitarfélögum er nú heimilt að banna lausagöngu búfjár og þau hafa mörg hver gert það. Engum hefur verið lögð áhersla á að koma í veg fyrir lausagöngu við fjölförnustu vegina, en það vantar augljóslega ennþá meiri og betri girðingar, því að þetta er allt of algeng sjón, nótt sem dag, vetur sem sumar.
Þáttur þessi var samvinnuverkefni Landverndar og Stöðvar 2 og styrktur af Pokasjóði Landverndar.